Já, ég byrjaði náttúrulega að drekka 13 ára, sko. Já. Og þarna var maður að byrja að prófa eitthvað meira og til að deyfa bara því að, já, kvíðin bara hvarf. Bara maður var búin að drekka að fá sér eitthvað, þá bara engin kvíði. Og sko, já, maður fór að hinna bara all in í ykkur að því bara engin kvíðu og ég bara útopnu, sko. En það kemur í baki á þér og það mitt því ég er svona 17-18 ára, þá bara fer ég alveg og hætti skóla og er svona í smá svolítið týndur í nokkur ár og var í mörgum vinnum og ég var ekki beint rekin og ég hætti bara að mæta. Já. Og það kom fyrir einmitt bara einn mánudagsmorgun, þá var ég bara ekki í standi til að mæta og þorði ekki að hringja með inn veikan og þorði ekki að hringja og svo að því ég leti ekkert vita mér þeim degi, þá var þetta ennþá verra. Svo allir bara, ég ekkert búin að mæta í vinnunni 3 daga og ekki svara símon og var bara í félamundi sængskilur, þá var svona, já, ég býstu og sett hættur í vinnunni og bara, þannig að, já, ég var svona í nokkur ár þarna, frekar týndur en fyrir svo að lifa þarna upp á 20. Já. Og ég man eftir bara einu atriði, þá var ég með félaga mínum og við vorum eitthvað bara á rúndinum og hann alltaf þekkti mig mjög vel, þú veist, hvernig ég var með minn kvíða og ekki endilega við vita að það var í kvíði en þannig sé, sko. En við vorum eitthvað keyra niður í bæ og við sjáum eitthvað svona hvalaskoðunar fyrirtæki og hann segir eitthvað, hvað ætli þetta kosti? Og ég eitthvað, herri, ég hlaup bara inn og næði bækling og hann bara misti andlitið. Þú veist, að ég ætla að fara inn og eiga samskipti við einhverja manni, þú veist, okkur manneski. Og hann, þú veist, ég kom til bara, hann eitthvað, veistu hvað varst að gera? Ég eitthvað, hvað? Þú fórst inn að, ég eitthvað, herru, já, þú veist, hver er þetta, skilur? Og bara, þú veist, svona eitthvað, þetta er ekki merkilegt að fara inn og ná einhvern bækling, en ég, þú veist, það hefði ekki verið séns fyrir mig að gera það áður.